Verið hjartanlega velkomin í dag á þessa guðþjónustu. Við skulum hefja stundina á bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þennan hvíldardag. Við þökkum þér fyrir það að við erum samankomin hér. Við getum tilbeðið þig og við getum líka minnst þess sérstaklega að þú dóst á krossi fyrir okkur og reistu frá dauðum. Þannig að við biðjum þess að þú sért með okkur og englar þínir hér í þessari páskaguðþjónustu. Í Jesú nafni, amen. Við skulum syngja sálma númer 130. Sálma númer 130, varstu þar? Við ætlum að halda áfram að syngja svona föstudaginn langa og við ætlum að syngja sálma númer 137, Ó höfuðdreira drifið. Þetta er mjög gamall sálmur og Jóhann Sebastian Bach gerði meðal annars raddsetningu og þá var þetta nú þegar þekktur sálmur. Oh
Ritningalestur dagsins er úr 1. Korintubréfi 15. kafla og ég bið ykkur að rísa á fætur. 1. Korintubréf 15. kafli 1. til 4. vers. Þar stendur: Ég minni yður bræður á fagnaðarerindi það sem ég boðaði yður, sem þér og veittuð viðtöku og þér einnig standið stöðugir í. Fyrir það verðið þér og hólpnir ef þér haldið fast við orðið, fagnaðarerindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrirsynju trúna tekið. Því það kenndi yður fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið, að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á 3. degi samkvæmt ritningunum. Við skulum biðja. Kæri Faðir, nú eru páskar, nú minnumst við þess sérstaklega sem að þú fórnaðir fyrir okkur, að þú gafst þinn son til þess að deyja fyrir syndir okkar og til þess að endurheimta okkur og bjóða okkur eilíft líf. Ég þakka þér fyrir þetta. Ég bið þess að þú sért með okkur öllum, að þú blessir þennan söfnuð og kirkju þína á Íslandi, að þú sért með öllum meðlimum, þeim sem að gátu ekki komið, þeim sem að glíma við veikindi eða einmanaleika, að þú sért þeim sérstaklega nálægur í dag. Ég bið þess að þú sért með landinu okkar og þjóðinni og öllum þeim sem að er að flytjast hingað. Ég bið þess að þú sért með þeim sem að ráða landinu, að kristin gildi megi áfram vera upphafin og þetta land byggist á þínu lögmáli. Ég vil biðja fyrir starfi þínu og kirkju allan heim. Ég vil biðja sérstaklega fyrir þessari stund, að þú megir vera hér nálægt okkur, að þú megir tala til okkar, að þú megir vera með ræðumanninum og þú megir vera með okkur og fjölskyldum okkur. Í Jesú nafni. Amen. Við skulum syngja meira, syngja fleiri fallega sálma, páskarsálma. Næsti sálmur er númer 135, Við kross þinn Jesús, og hann er líka til á spænsku, þannig að endilega syngi með. Við
Við ætlum að syngja meira, sálmur nr. 123 og þetta er íslenskur texti eftir Helga Hálfdanarson, sem sagt ekki þýðing og mér finnst þessi texti bara vera svo mikil snilld að dauðinn dó og eins og í 4. versi Jesú deyddi dauðan, bara þessi hugmynd að einhvern veginn deyða dauðan, mér finnst þetta bara alveg rosalega flott. Þannig að við skulum syngja þennan sálm, dauðinn dó en lífið lifir. Við skulum taka upp gjafir og gjafirnar í dag renna í safnaðarsjóð. Kæri Faðir, ég vil þakka þér fyrir þessar gjafir. Ég bið þess að þú launir þeim tilbaka sem að hafa gefið. Ég bið þess að þú blessir þessar gjafir og margfeldir þær. Við vitum það að þú vakir yfir starfið þínu. Biðjum þess að þú meir alltaf sjá fyrir öllu því sem að þú vilt að sé gert.
Biðjum þig að blessa þennan söfnuð í Jesú nafni. Amen. Þá komið að barnasögu. Við skulum syngja Jesús hann oss elskar öll og börnin velkomin að koma hérna fremst til að heyra sögu. Hvað segir þið gott, krakkar? ¿Qué me cuentan, niños, el día de hoy? Allt fínt. ¿Todo bien? Hvað í gangi núna? Þið í skólanum þessu vikuna? Esta semana estuvieron en la escuela. Nei. ¿No? Hvað heitir það sem núna gerast? ¿Cómo se llama lo que está esa fiesta? Páskar. Pascua. Páskar. Og eru einhver svona sérstakir dagar þegar það eru páskar? ¿Y qué es un día especial cuando es Pascua? Hvenær byrjuðu eiginlega páskanir? ¿Cuándo empezaron las Pascuas? Sestu bara í pappa. Já, var einhver svona dagur á sunnudaginn, síðasta sunnudag? ¿Algún día especial fue el domingo pasado? Það var pálmasunnudagur. Fue Síðasta domingo sunnudag. de Ramas. ¿Ramas o Ram? Ramos. Munið hvað gerist þá, krakkar? ¿Se acuerdan qué es lo que pasó ese día? Já, en hvað gerðist? Munið hvað Jesús gerði á pálmasunnudag? ¿Se acuerdan qué hizo Jesús el domingo de Ramos? Hann fór inn í Jerusalem á ösnufóla, hvítum ösnufóla. Entró a Jerusalén sobre un asno. Og munið hvað gerðist? Hvernig tók fólki á móti Jesú? ¿Y se acuerdan lo que pasó? ¿Cómo lo recibieron? Með pálmagreinum, Con palmeras. svona veifunum, og svo sungu þau. Y también cantaron. Hún að leita afa. ¿Dónde está abuelo y abuela? En þau sungu Hósíanna, syni Davíðs. Cantaron Hosiana, Þau el tóku á hijo móti de Jesú. David. Þau tóku á móti Jesú Lo Eso. recibieron eins og hann væri konungur. como si fuera rey. En þau held að hann væri bara konungur hérna á jörðinni. Pero pensaron que nada más era rey en esta tierra. En Guð, Jesú, hann konungur alls alheimsins. Pero Dios es rey de todo el universo. Svo hann var vissulega konungur, en þeir rugluðu samt aðeins. Ciertamente era un rey, pero se equivocaron un poco. En hvað gerist núna á fimmtudaginn? ¿Pero qué pasó el último jueves? Það einhver annar dagur sem heitir eitthvað skrítið? Es otro día que se llama de una forma rara. Ok, einhver fullorðna fólkinu sem mann hvað dagurinn heitir? ¿Alguien, algún adulto se acuerda cómo se llama el pasado jueves? Skírdagur? ¿Cómo se dice en español? Skírdagur. Það heyrist ekkert í fullorðna fólkinu. Skírdagur. Og munið hvað gerist á skírdag? ¿Saben lo que sucedió el jueves?
Síðasta kvöldmáltíðin. Comieron la Santa Alveg Cena, rétt. la última cena juntos, fue Jesús y sus Og discípulos. Jesús, hann fór í Getsemani garðinn Y Jesús fue al jardín de Getsemaní og hann var að biðja. y estaba orando. En þegar hann var búinn að biðja morguninn Cuando acabó de orar, á föstudeginum, eða ég var það ekki, hvort það komið föstudagur, ég man það ekki alveg, við skulum sleppa þeim part af sögunni. En svo var hann handtekinn. y después de orar lo arrestaron Og yfirheyrðu alla nóttina, það er rétt. y lo estaban Og þá er interrogando komin toda la noche. föstudagur. Y luego vino viernes. Og hvaða dagur var á föstudaginn? ¿Y cómo se llama ese viernes? Föstudagurinn langi. El Viernes Santo. Er það því hann er svo langur? Pero en islandés el viernes largo. ¿Será porque es muy largo el viernes? Á ensku þá er það góði, hvernig er það á spænsku? Santo. Það er heilagi, já. En það var út af því að þann dag þá dó Jesú á Es krossi. que este día murió Jesús en la cruz. Krossvestur. En á þriðja degi Pero en el tercer día þá raus hann upp til lífs. resucitó Á sunnudeginum. a la vida, en domingo. Og hvað köllum við sunnudaginn á morgun? Entonces, mañana, ¿qué día es? ¿Qué es lo que llamamos el domingo que viene mañana? Páskadag. Já. Domingo de Pascua. Páskadag. En hvað gerði Jesú á hvíldadeginum? Pero Á laugardeginum? ¿qué hizo Jesús el sábado antes del domingo? Já, hann hvíldi sig, það er alveg rétt. Hann hvíldi sig í gröfinni. Descansó en la tumba. Já, hann hvíldi sig í gröfinni. Mér langaði bara til að rifja upp, af því að, vitið það, ég var í vinnunni Yo estuve en el trabajo og ég var í hádegismat. y yo estaba almorzando Og það var einn maður sem spurði y á había borðinu, un señor que preguntó, vitið þið hvað gerðist á hvítasundag? ¿saben qué es lo que sucedió en el día pentecostal? Nei, á pálmasundag, það var á No, pálmasundag. el domingo de Ramos. Og fullorðna fólki, það var ekki alveg vist. Y la gente, los adultos no estaban seguros. Þannig að stundum þurfum við bara að rifja upp hvað gerðist á páskunum. Porque entonces a veces tenemos que recordar qué es lo que sucedió en estos días. Svo á pálmasundag þá kom Jesú inn í Jerúsalem Entonces, el domingo de Ramos, Jesús entró a Jerusalén og það var tekið á móti honum eins og kóngi. y lo recibieron como rey. Hann borðaði síðustu kvöldmáltíðina á fimmtudeginum Cenó la última cena con sus discípulos en jueves, á skírdag. que se llama en islandés skírdagur, Hann var handtekinn og hann var krossfestur á föstudaginn langa. y lo arrestaron y lo crucificaron el viernes. Og þess vegna er oft fólk bara í svörtum fötum þegar það fer í kirkju á föstudaginn langa. Y por eso a veces la gente usa ropa negra cuando va a la iglesia el Viernes Santo. Svo hvíldist hann á hvíldadeginum á laugardeginum Luego descansó en la tumba el sábado og hann reis upp frá dauðum á sunnudagsmorgun. y resucitó de la muerte en el domingo. Það er ekki, þannig að það er það sem páskan við fjallum. Y de eso se trata esa fiesta, Að Jesú reis upp frá dauðum. que Jesús resucitó de la muerte. Og þess vegna er þetta aðal hátíð kristinna manna. Y por eso es una fiesta, la mayor fiesta de los cristianos. Eigum við aðeins að biðja. Vamos a orar. Kæri Guð, Querido Señor, takk fyrir það gracias að þú minnir okkur á hverju ári que tú nos recuerdas cada año að það eru dagar fráteknir que hay días apartados sem eru með nöfn que tienen nombres, sem páskadagur, como día de Pascua, fastudagurinn langi, Viernes Santo skírdagur og pálmasunnudagur. y el domingo de Ramos. Og þessi dagar þá gafstu okkur þá til að minna okkur á. Y nos diste esos días para recordarnos Minna okkur á að þú reist upp frá dauðum. que tú te resucitaste de la muerte. Að þú ert stór og sterkur Guð Tú eres un Dios enorme og þú ert með okkur y tú estás con nosotros og vilt passa upp á okkur. y quieres cuidarnos. Viltu blessa börnin hér? Te pido que bendigas a los niños aquí, Sérstaklega þessi litlu hér, especialmente los pequeños, en líka okkur stóru börnin. también nosotros los adultos. Í Jesú nafni.
En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Takk kærlega, krakkar. Gleðilegan hvíldardag Feliz sábado. og gleðilega páska. Feliz Pascua. Ég hugsaði ef að við fullorðna fólki gleymum stundum hvað gerist á páskunum, Si nosotros los adultos a veces se nos olvida qué es lo que pasó en Pascua, þá væri kannski bara sniðugt að fara yfir það með börnunum. sería muy buena idea recordárselo a los niños. Því það sem maður læri þegar maður er ungur, Porque lo que uno aprende de joven, það mann maður þegar maður er orðinn eldri. uno se acuerda cuando es uno ya viejo. Það eru páskar, Ya es Pascua, stærsta hátíð kristinna manna. la fiesta más grande de los cristianos. Sumir segja jólin kannski, Algunos dicen que la Navidad, en vissulega er það hátíðlegu tími þegar Kristi kom í heiminn. pero también es una fiesta cuando para recordar que Jesús vino al mundo. En án páskana, Pero sin Pascua, hvers er þá virði jólin? entonces, ¿qué valor tendría la Navidad? Mér langar nefnilega að dvelja svolítið við upprisuna í dag. Quiero platicar hoy en día sobre la resurrección, Af því að það ekki akkurat það sem páskanir snúast porque esto es de lo que se trata la Pascua. Ég var að undirbúa mig fyrir ræðuna og ég fór og byrjaði að lesa í fyrstu Korintharbréfi, 15. kafla. Estaba yo preparándome y me fui a 1 Corintios capítulo 15. Og þar lesum við það sem Páll skrifaði Y justamente ahí leemos lo que escribió Pablo. og sumir hafa kallað þetta ef að 13. kaflinn er bréfið kærleikan eða óðurinn til kærleikans. Algunos han dicho que si el capítulo 13 es el poema hacia el amor, Að þetta sé þá kannski óðurinn til vonarinnar. esto sería entonces el poema hacia la esperanza. Páll skrifaði nefnilega upprisuna Pablo escribió sobre la resurrección, og hvaða þýðingu hún hefur fyrir okkur. qué es lo que significa para nosotros, Fyrir okkur í dag. nosotros el día de hoy. Elísa las ritningaversunum fyrstu 4 versinu við skulum lesa aftur. Vamos a leer otra vez lo que leyó Elisa. Og ég mæli með að þið taki bara upp Biblíuna, við verðum mikið í 15. kafla fyrsta Korintharbréfs. Vamos todos juntos a leer en 1 Corintios 15 durante el sermón, así que es bueno tener las Biblias abiertas ahí. Og það eru biblíur hér aftast ef einhverjum vantar. Y hay Biblias, por lo menos 2 o 3 en español ahí atrás, para tomar prestado. Og í fyrsta versi stendur: Ég minni yður bræður á fagnareindi það sem ég boðaði yður, sem þér og veittu viðtöku og einnig standi stöðugir í. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Fyrir það verði þér og hólpnir ef þér haldið fast við orðið, fagnaðareindi sem ég boðaði yður, og hafið ekki að ófyrirsynju trúna tekið. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Því það kenndi ég yður fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið, að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunum. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Að hann var grafinn, að hann reis upp á 3. degi samkvæmt ritningunum. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Og í 5. versi og hann birtist Kefasi, síðan þeim 12. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Því næst birtist hann meir en 500 bræðurum í einu.
Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Í 7. versi birtist hann Jakobi og næst postulunum öllum. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Og munið það Páll sem skrifar hér. Acuérdense que Pablo es el que está escribiendo aquí. Og í 8. versi skrifar hann, en síðast allra, birtist hann einnig mér eins og ótímaburði. Y dice aquí, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Því að ég sístur postulana og ég ekki þess verður að kallast postuli með því að ég ofsótti söfnuð Guðs. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Páll hafði nefnilega verið einn þeirra, Sál, sem að ofsótti kristna menn. Es que Pablo era uno de ellos que había estado persiguiendo a los cristianos. En nú, Pero ahora, þegar hann horfir tilbaka, que mira para atrás, lítur hann sjálfan sig sem sístur postulana él se considera el menos de los apóstoles vegna synda sinna áður en hann tók trú. por su pecado que hizo antes de que tomó fe. En hann heldur áfram í 10. versi. Sigue en el versículo 10. En af Guðs náð ég það sem ég og náð hans við mig hefur ekki orðið til ónýtis, heldur hef ég erfiða meira en þeir allir, þó ekki ég, heldur náð Guðs sem með mér Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Það er nefnilega þannig að Kristur tók sinn öflugasta mótstöðumann. Es que Cristo tomó el peor adversario, Hann sýndi honum sig se lo mostró og hann opnaði augu hans y abrió sus ojos. og hann gerði hann að einum kröftugasta boðanda síns orðs. Y lo hizo uno de los más potentes evangelistas de su palabra. En við höldum áfram í 12. versinu. Vamos al versículo 12. En nú predikað að Kristur sé upprisin frá dauðum, hvernig getur þá nokkrir yðar sagt að dauðir rísi ekki upp? Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hjá gyðingum voru nefnilega tvö lið að minnstakosti. Es que entre los judíos habían dos equipos. Fariseanir, þeir trúðu á upprisu, Los fariseos sí creían en la resurrección en saddúkseanir, þeir trúðu ekki á upprisu. y los saduceos no creían en la resurrección. Þannig að þegar að kristin trú tók við, Así que cuando tomaron la fe cristiana, þá hefur örugglega verið einhverjir sem voru saddúksear eða trúðu þeim seguramente algunos de ellos habían sido saduceos og einhverjir sem hefur hlustað á fariseana og trúðu þeim. y otros que eran fariseos y seguían a ellos. Þannig að Páll, hann að nálgast þetta og spyrja þá, hvernig getur það verið að við trúum því að Kristus upprisinn, Entonces Pablo dice, ¿cómo puede ser que pensamos que Cristo ya ha resucitado, en sumir ykkar segja að dauðir rísi ekki upp? pero algunos de ustedes dicen que los muertos no se resucitan? Mér finnst líka áhugavert að hann útskýri fyrir þeim ef að upprisun ekki til, hversu mikil áhrif það hefur. Es muy interesante que él les explica que si no hay resurrección, ¿qué impacto tendría? Í 13. versi, ef ekki til upprisa dauðra, þá Kristur ekki heldur upprisin. Y dice en el versículo 13, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. En ef Kristur ekki upprisin, þá ónýt predikun vor og ónýt líka trú yðar. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Af hverju segir Páll það? ¿Por qué dice Pablo así? Við reynumst að vera ljúvottar Guð, þar við höfum vitnað Guð að hann hafi uppvakið Krist, sem hann hefur ekki uppvakið, svo framalega sem dauðir rísi ekki upp. Áfram í 15. versi. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Sí, en verdad, los muertos no resucitan.
Og Páll heldur áfram, því að ef að dauðir rís ekki upp, Kristur ekki heldur upp risinn. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. En ef Kristur ekki upprisinn, trú yðar fánýt, þá þér þá enn í syndum yðar. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Og þá einnig þeir sem sofnar í trú á Krist glataðir. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Sjáuð, þú tekur upprisuna út úr myndinni, Ven, si sacan la resurrección, það vantar alla vonina. no hay esperanza. Og hann segir í 19. versi, Él dice en el versículo 19, en ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá vér aumkunarverðastir allra manna. si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Ef það engin upprisa, Si no hay, hvar þá trúin? no hay resurrección, ¿dónde está la fe? Hann segir við þá, þið getið ekki trúa því að upprisan sé ekki til. No pueden creer que no hay resurrección. Og hann segir líka við okkur sem lesum, Y también nos dice a nosotros que leemos hversu mikilvægt það fyrir okkur að rannsaka og rifja upp og hafa í huga upprisu Krist. qué tan importante es estudiar eso y recordar de la resurrección de Cristo. Í 20. versi, Vamos al versículo 20. en nú Kristur upprisin frá dauðum, sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Mas, ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Ég veit að tíðkast ekki á Íslandi að segja amen, en ég ætla að prófa þetta einu sinni. En nú Kristur upprisin frá dauðum. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Amén. Amen, já. Út af því að þetta staðreynd. Esto es un hecho. Ég myndi segja að þetta sé örugglega mest skjalfesti sögulegi viðburður heimsins. Es un evento más testificado con textos y escritos de todos los eventos en el mundo. En við sjáum það að Páll hann heldur áfram hér. Pero podemos ver aquí que Pablo sigue Hann útskýrir aðeins betur fyrir okkur. y nos explica un poquito más. Og í 22. versi, Y si vamos al versículo 22, nei, fyrir ekki 21. versi, 21, perdón. því að það dauðinn kom fyrir mann, kemur á upprisa dauðra fyrir mann. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæði verða fyrir samfélag sitt við Krist. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Við tengjumst Adam blóðböndum, Estamos conectados con Adán a través de la sangre, en við þurfum að eiga samfélag við Krist. pero tenemos que tener una relación personal con Cristo. Persónlegt samfélag við hann. Una relación personal con Él. Svo útskýrir hann þetta aðeins betur. En í sérhver í sinni röð, í versi 23. Vamos al versículo 23, donde lo explica un poquito más. Pero cada uno en su debido orden. Kristur frumgróðinn. Og því næst við komu hans, þeir sem honum tilheyra. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tókuð þið eftir því að Páll útskýrir fyrir okkur hvenær það sem það gerist. ¿Se dieron cuenta que Pablo explicó cuándo eso pasa? Því næst við komu hans, þeir sem honum tilheyra. Þetta 24. vers? 23. vers. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, cuando viene. Páll segir hér, við komu hans,
þá munu þeir vera lífgæðir sem tilheyra honum. Entonces Pablo dice que cuando viene Cristo va a resucitar a los que le pertenecen. Og síðan kemur endurinn. Y luego viene el fin. Og við sjáum að hann talar hér í 24. og 25. versi Y aquí habla en el versículo 24 y el 25 að Kristur leggja alla fjendur að fótum sér que va a ganar a todos sus enemigos. og felur síðan Guð föður ríkið í hendur. Y luego le da todo el reino al Padre. En þetta ótrúlega fallegt sem kemur líka hérna í versi 26. Pero vamos al 25, que es muy bonito. Dauðinn síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Dauðinn síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður. El último enemigo que será abolido es la muerte. Amen. Amén. Það kemur tími þar sem það verður engin dauði. Va a llegar el tiempo en que no va a haber muerte. Páll hann útskýrir líka ef við hoppum alveg aðeins niður í 30. vers. Si vamos al versículo 30, Pablo dice también, Hvers vegna vorum við líka að stofna oss í hættu hverja stund? ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Svo sannarlega bræður sem ég get hrósa mér af yður í Kristi Jesú dróttu vorum. Á degi hverjum vofir dauðinn yfir mér, segir Páll. Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Hafi ég eingöngu hætti manna barist við villidýr í Efesus, hvaða gagn hef ég þá að því? Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Og hann segir, Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ég heyri hún búin að lesa á spænskunni svo ég ætla að lesa það. Oh, Ef dauðir rís ekki upp, etum þá og drekkum því á morgun deyjum við. si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ef að það engin upprisa, Si no hay resurrección, ef það engin von í Kristi, si no hay esperanza en Cristo, til þess þá getum við bara etið og drukkið og því á Bara- morgun deyjum við. entonces, ¿para qué estamos luchando si no hay resurrección? En það ekki þannig. Pero no es así. Við lifum ekki án vonar. No podemos vivir sin esperanza. Páll kemur hér með í þessum stað hérna í versi 33 En el versículo 33, Pablo dice, og 34 ráð. y en el 34 viene con consejos. Hann segir villist ekki. Dice que no os dejéis engañar. Vondur félagsskapur spillir góðum siðum. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vaknið fyrir alvöru og syngið ekki. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar. Nokkrir hafa enga þekking á Guði, yður til blygðunar segi ég það. Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Við þurfum að vera vakandi. Tenemos que estar despiertos. Við þurfum að taka á móti boðskap og umvöndun Guðs. Tenemos que recibir el mensaje y la corrección de Dios. En Páll, hann stendur þarna og að senda þetta bréf og hann að útskýra þetta fyrir söfnuðum í Korintu. Bueno, Pablo está escribiendo esa carta y la manda a la iglesia de la ciudad Corintia. Og honum dettur í huga að það sé kannski einhverjar spurningar sem hafi vaknað upp. Y él está pensando en preguntas que han surgido. Og að því hann að skrifa bréf Y como está escribiendo una carta sem hann sendir, que manda kemur mörgum dögum setna, y viene muchos días después, þá hugsa hann með sér, ég er kannski best að ég reyna að svara þessum spurningum í bréfinu. entonces él piensa, bueno, es mejor responder a las preguntas en la carta. Svo hann segir í 35. versi, Entonces dice en el versículo 35, en nú kynni einhver að segja, pero alguno dirá, hvernig rísa dauður upp? Hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma?
¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Hefur þú einhvern tímann veltið fyrir þig hvernig upprisan virkar? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Cómo funciona la resurrección? Páll er kannski svolítið harður, hann segir þú óvitri maður. Tal vez Pablo es muy duro, dice necio. Það sem þú sáir lifnar ekki aftur nema það degi. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Hann reynir að nota myndmálið fræið sem deyr Está usando el simbolismo de la semilla que cuando se siembra muere til að útskýra fyrir okkur upprisuna. para explicarnos de la resurrección. Og heldur áfram í versi 37. Y sigue en el versículo 37. Og þú sáir, þá það ekki svo jurt sem vex upp síðar, sem þú sáir, heldur bert frækornið, hvort sem það nú heldur hveitikorn eða annað fræ. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Fræið alltaf eins og plantan? La semilla se ve siempre igualito a la planta. Fræið lítur kannski allt öðruvísi út. No, la semilla muchas veces no se parece a la planta, En það verður að plöntunni. pero se hace una planta. Hugsaðu bara lifruna og fiðrildið. Piensen un poquito en la mariposa y el gusanito que se vuelve mariposa. Við lesum áfram í 38. versi. Y leemos en el versículo 38. En Guð gefur því líkama eftir vild sinni og hverri sæðistegund sinn líkama. Pero Dios le da un cuerpo como él quiso 39. y a cada semilla su propio cuerpo. Fyrirgefðu. Og vers 39. Ekki eru allir líkamar eins, heldur hafa menninir einn, kvikfíðina annan, fuglanir einn og fiskanir annan. Y en el 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Til eru himneskir líkamar og jarneskir líkamar. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. En vegsemd hinna himnesku eitt og hinna jarnesku annað. Pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Eitt ljómi sólarinnar og annað ljómi tunglsins og annað ljómi stjarnana, því að stjarnana ber af stjörnum í ljóma. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Það eru til himneskir líkamar. Entonces hay cuerpos celestiales Og svo eru til þessi jarnesku líkamar. y luego hay cuerpos terrenales. Páll að útskýra þetta fyrir okkur. Pablo está explicándonos eso. Og hann að útskýra fyrir okkur þessi jarneska líkamar sem við eigum. Está explicando que el cuerpo que tenemos aquí en la tierra Þeir ekki nærri því eins fullkomnir á þessir himnesku. no es tan perfecto como los cuerpos celestiales. Einhver hérna inni sem væri til í að fá svona himneskan líkama? ¿Alguien aquí adentro quisiera tener un cuerpo celestial? Yo sí. Það eiginlega færri en ég bjóst við. Menos de lo que esperé. Þið ekki með bakverki. Obviamente a ustedes no Claro. les duele la espalda. Ég held að það verði svolítið dásanlegt að fá himneskan líka. A mí me gustaría tener un cuerpo celestial. Og hann heldur áfram að útskýra í 42. versi, þannig og upprisu dauðra. Si vamos al versículo 42, así es también la resurrección de los muertos. Hlustiði vel, sáð í forgengilegu en upprís óforgengilegt. Escuchen bien, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Sáð í vansæmd en upprís í vegsemd. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Sáð í veikleika en upprís í styrkleika. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Amen. Amén. Þetta allt að koma. Sáð í jarneskum líkama en upprís andlegur líkami. Ef jarnesku líkami til, þá og til andlegur líkami. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual.
Og í næstu versum þá heldur hann áfram að útskýra fyrir okkur og notar aftur dæmið Adam. Y en los próximos versículos sigue explicándonos Pablo y está ahora utilizando el ejemplo de Adán, Því að þaðan fengum við okkar jarneska líkama. porque de él recibimos nuestro cuerpo terrenal. En síðan kom annar maður frá himni, Y luego vino otro hombre del cielo, Kristur sjálfur, Cristo mismo. og í honum getum við hlotið þennan himneska líkama. Y en él podemos obtener ese cuerpo celestial. Og í versi 29 stendur, 49. 49 En el stendur, versículo 49, og eins og við höfum borið mynd hins hjarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En hvenar átti þetta allt saman að gerast? Pero ¿cuándo iba a suceder todo eso? Í versi 50 lesum við, En el versículo 50 podemos leer: en það segi ég bræður að hold og blóð getur eigi ert Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Y eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, Við förum ekki, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. við förum ekki inn í himinin í þessum syndar spiltu líkama, No jarneska vamos líkama. a entrar al cielo con nuestro cuerpo terrenal. Og Páll útskýrir þetta aðeins betur í versi 51 og segir, sjá ég segi yður leyndardóm. Y Pablo lo explica un poquito más en el 51. He aquí os digo un misterio. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum ver umbreytast. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Í einni svipan á einu augabragði. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Við hinn síðasta lúður. a la trompeta final. Því lúðurum mun gjalla Porque, pues la trompeta sonará og þá munur henni dauðu upprísa óforgengilegir y los muertos resucitarán incorruptibles. og vér munum umbreytast. Y nosotros seremos transformados. Svo að þeir sem eru ekki sofnaðir þegar Así- Kristur kemur tilbaka, Así que los que no han muerto o no están dormidos en la tierra cuando regrese Jesús, þeir munum umbreytast van a ser transformados á einu augnabræði. en un momento. Á sama tíma og henni dauðu munur rísa upp óforgengilegir. A la misma hora que los muertos resucitarán también incorruptibles. Og hvenær var þetta? ¿Y cuándo pasó eso? Páll segir við hinn síðasta lúður. Cuando toca la última trompeta, a la trompeta final. Eso es lo que es cuando va a suceder. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileikanum og hið dauðlega ódauðleikanum, þá munur rætast orð það sem ritað dauðinn uppsvelgdur í sigri Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Dauði, hvar sigur þinn? Dauði, hvar broddur þinn? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? En syndin broddur dauðans og lögmál afl syndarinnar. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Við lesum í 57. versi. Vamos al versículo 57. Guði séu þakkir Pero a Dios gracias, sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén. Það Kristur sem gefur okkur sigurinn. Cristo es el que nos da la victoria. Það Kristur sem á sigurinn. Le pertenece la victoria a Cristo. Kristur hefur sigrað dauðan. Cristo ya ganó la muerte. Og þegar þar kemur þá munum við lifa í heimi
Y sem cuando llegamos a ese día, vamos a vivir en un mundo sem án syndar, que es sin pecado, án dauða, sin muerte, tára eða eymdar. sin llanto o tristeza. Heimur sem við getum notið með skapara okkar. Un mundo que vamos a disfrutar junto con nuestro Creador. Og Páll klárar þennan kafla með því að skrifa þessi orð Y Pablo termina ese capítulo con esas palabras í 58. versi. en el versículo 58. Þess vegna mínir elskuðu bræður, verið staðfastir, óbifanlegir, auðugur í verki drottins. Þér vitið að erfiðar ekki árangurslaust í drottni. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Ég sagði það að mér hefði langaði til að deila með ykkur upprisuna í dag. Como les dije hace rato, quise compartir con ustedes sobre la resurrección de Cristo, Af því að það kjarni kristinnar trúar, porque ese es el meollo de la fe cristiana. það kjarni páskana. Eso es lo que se trata, la fiesta de Pascua. En þegar ég var að hugsa þetta, þá var mér líka komið upp mér í huga annað vers. Cuando estuve estudiando eso, también me llegó un versículo. Og það má meðal annars finna í Matteus 7. kafla. Podemos verlo en Mateo 7. Og mér langar til að lesa frá 7. versi. Vamos al versículo 7. Og þið þekki þessi vers sem koma hér á undan. Y seguramente conocen esos versículos. Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Kníið á og fyrir yður mun upplokið verða. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Eða hver sá meðal yðar sem gefur syni sínu stein hann biður brauð. Eða hoggorm þegar hann biður fisk. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si tu hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Og höfum í huga, þegar við lesum síðasta versi saman, Vamos a tener en mente cuando leemos el último versículo, að Kristur kom í þennan heim que Cristo vino a este mundo sem æðsta gjöf, como el mayor regalo, lamb drottins, el lamb Cordero de Guðs, Dios, fórn fyrir syndum okkar. el sacrificio por nuestros pecados, Gjöf allra gjafa, el mayor regalo de todos. hér stendur og Kristur segir, Aquí dice: fyrst þér sem eru vondir hafið vita og gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá Faðirinn á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Hve miklu fremur ¿Cuánto más? mun þá Faðirinn á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Þegar við hugsum loforð Guðs Cuando estamos pensando en las promesas de Dios og við höfum í huga upprisuna, y tenemos en mente la resurrección þegar við höfum í huga vonina sem við höfum, y pensamos en la esperanza que tenemos, þegar við höfum í huga hversu stór Guð cuando estamos pensando qué tan grande es Dios og hversu mikið kærleika hann ber til okkar, y qué tanto amor tiene a nosotros, þá getum við verið fullviss það að hans loforð gild. podemos estar seguros de que sus promesas son válidas. Og þegar hann segir okkur að við biðjum að okkur muni gefast, Cuando Él dice que vamos a recibir si pedimos, leita og þér muni finna, vamos a
encontrar si buscamos og knýð á og fyrir mun upplóki verða, y se nos va a abrir cuando tocamos. þá getum við treysta því að það er satt og rétt Podemos confiar en que esas palabras son verdaderas og séð okkur til góðs, þá vil Guð svo gjarnan gefa okkur það. y si es para nuestro bien, Dios nos lo va a dar. Verum því stöðug í trúnni, Hay que estar con confianza en la fe stöðug í bæninni. y en la oración. Guð mun vera með okkur, Dios va a estar con nosotros, hann mun leiða nos va a guiar og hann mun svara bænum okkar. y va a contestar nuestras oraciones. Stundum ekki á þann hátt sem við skiljum þegar við erum á staðnum, A veces no contesta como nosotros quisiéramos en el momento eða réttar sagt í miðjum kringumstæðum. o en medio de las circunstancias, En viti það að Guð elskar okkur það mikið, pero tienen que saber que Dios nos ama tanto að hann veit alltaf gera okkur það allra besta. que nos quiere dar siempre lo más que existe, lo mejor que existe. Höfum það í huga Vamos a tener eso en mente, að í dag erum við í jarðneskum líkama, que hoy en día estamos en nuestro cuerpo terrenal, en það endar ekki þar. pero esto no es el fin, Við okkur boðið himneskur líkama. porque nos invitan a tener un cuerpo celestial. Kæru bræður og systur, Queridos hermanos, mér hlakka til að sjá ykkar himneska líkama. yo anhelo ver el día en que estemos todos con cuerpo celestial Á himnum. en el cielo. Amen. Amén. Því næst skulum við syngja sálminn númer 143, blíðilega lagandi Kristur nú kallar. Fyrirgefðu, Sigurhátíð, ný og blíð. Já, þetta er númer 143. Sigurhátíð, sæl og blíð og síðan munum við ljúka með sálminn númer 166, Son Guðs ertu með sanni. Við skulum rísa á fætur og syngja sálminn númer 166. Son Guðs ertu með sanni.
Við skulum lúta höfði í bæn og síðan mun ég lesa blessunar orðin. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að við getum komið saman hér á þínum hvíldardegi. Við þökkum þér fyrir páskahátíðina sem minnir okkur á dauða þinn og upprissu þína. Minnir okkur á þá von sem við höfum, að þú kemur skjótt og að þú hefur heitið okkur einnig upprissu til lífs, eilífs lífs með þér. Kæri Faðir, ég bið þig að blessa alla sem eru hér og þá sem á hlýða, þá sem ekki gátu komið og alla þá sem sárt eiga binda. Bið þess í Jesú nafni, amen. Ég les úr ritningunni úr Júdasarbréfi. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, lýtalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, Drottin vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen.